Komið sæl og velkomin í Öryrkjaráðið. Ég heiti María Pétursdóttir og ég ætla að vera með ykkur hérna næsta hálftímann að ræða mjög áhugavert mál eða grunninnkomu sem sumir þekkja sem borgaralaun. Hjá mér eru nokkrir góðu gestir, Gerður Pálmadóttir, hugverkahönnuður og mikil áhugamanneskja skilyrðislausa framfærslu eða GÍFA, grunninnkomu fyrir alla. Bergþór Heimir Þórðarson, formaður kjarahóps Öryrkjabandalagsins og Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur og fræðimaður sem hefur meðal annars rannsakað kjör eldri borgara. Verið velkomin öll. Já, takk. Ég er búin að vera að hugsa og velta þessu fyrir mér og þetta er búið að vera meira svona aukast í umræðinu, þessi umræða skilyrðislausa framfærslu eða skilyrðislausa innkomu og þetta svolítið svona sérstakt held ég fyrir okkur Íslendinga. Við höfum alltaf haft alveg rosalega áherslu á vinnu og meira þess að svo núna seinni árin og ekki bara kannski á Íslandi, heldur líka í nágrannalöndunum hefur verið rosalega áherslu á að allir vinni og meira þess að sko langveikir og fatlaðir og það getur við séð til dæmis í þróuninni varðandi starfsgetumatið og allt í kringum það að það hefur verið að í rauninni pína fólk til þess að vinna þó ekki sé nema kannski 2 tíma á viku eða eitthvað þrátt fyrir að fólk sé misfært til þess. Auðvitað vilja margir fatlaðir og vinna og fólk líka sem orðið eldra en fær jafnvel ekki vinnu, dettur út á vinnumarkaði, hættir að fá vinnu bara upp á 50. Þannig að við erum að sjá alls konar svona mótsagnir í þessu svona vinnu, hvað maður að segja, þessu vinnumentaliteti í kringum okkur. Svo erum við núna að horfa upp á kreppu, aðra kreppuna á stuttum tíma og mikið atvinnuleysi, róbótavæðinguna. Hvernig ef að bara kannski byrja þér Haukur, hvernig sér þetta fyrir þér núna? Ég meina, verðum við að fara að breyta einhverju í samfélaginu okkar? Já, ég held að við þurfum að fara að huga að því hvernig málin verða á nýrri öld, sko. Við höfum, eins og þú segir, verið algjörlega föst í því módeli að allir vinni og allir vinni til 67 ára aldurs. Fyrst á síðustu öld voru það bara karlar og síðan bættust konur við og svo eiga menn að vinna til 67 ára aldurs og þá hefur menn að fara á lífeyri. Nú er heimurinn að verða miklu flóknari af mörgum ástæðum og ég held að ekki síst tæknin gerir það að verkum að það verða færri störf til skiptana og það fer að borga sig fyrir þjóðfélagið að einhver hluti fólks sé utan vinnumarkaðar og það fer að borga sig fyrir þjóðfélagið að stærri hluti fólks sé í skóla, sé í endurmenntun og menn fara að eiga fleiri en einn starfsferil og þetta þýðir það að menn fara út og inn á vinnumarkaði. Nú það er mjög erfitt að reikna það hvað margir eru utan vinnumarkaðar en það er örugglega yfir 100.000 manns og þá er ég að tala námsmenn, öryrkja, eldri borgara, atvinnulausa og kannski þá sem eru hjá sveitarfélögunum sem eru réttindalausir í hinum kerfunum en eru samt á sem sagt oft utan vinnumarkaðar og þetta gamla módel hefur mótað öll okkar kerfi og til dæmis verkalýðshreyfingin mun þurfa að breytast eins og almannatryggingakerfið en í dag sem sagt það þannig að það gert ráð fyrir að allir séu vinnandi og í verkalýðsfélagi sem þýðir það að þessi ofboðslega stóri hópur sem orðinn utan vinnumarkaðar réttindalaus í orlofssjóðum, endurmenntunarsjóðum, í sjúkrasjóðum og varðandi stofnunina VIRK, það sem er endurhæfing vegna vinnumarkaðar sem er náttúrulega alveg gríðarlega mikilvæg fyrir þá sem eru utan vinnumarkaðar. Þannig
Þarna verkalýðshreyfingin farin að taka að sér hlutverk heilbrigðiskerfisins og það næri ekki til allra þjóðfélagsþegnanna og þannig við þurfum og það hefur alltaf verið gert ráð fyrir því að menn séu í sama stéttarfélagi alla ævina. Ég geng inn í stéttarfélag trésmíða eða sem sagt menn ættu að ganga inn í eitthvað stéttarfélag, til dæmis trésmíða, það ég ekki trésmíð, kannski 18 ára gamall og vera þar til 67 ára aldurs eða eitthvað svoleiðis. En heimurinn breyttur og ég held að þetta sé stærsta áskorun í pólitík núna. Það að takast á við að móta hvernig fólk utan vinnumarkaðar hefur það og við getum farið að og þetta endurspeglast í mannréttindamálum að því að til dæmis mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna segir allir eiga rétt á atvinnu, þannig að það skylda ríkisstjórn að útfæra atvinnu. En ég tel að það þurfi í rauninni Þetta sé rauninni tilkomið vegna þess að atvinna hefur verið forsenda velferðar og við þurfum að breyta þessu mannréttindaákvæði og segja allir eiga rétt á velferð, þannig að allir eiga rétt á svipuðum afrakstri af starfsemi í þjóðfélaginu. Þetta nefnilega mjög athyglisvert að þetta sé í rauninni bara ákvæði í sáttmálanum, sko. Hvað segir þú, Gerður? Segðu okkur aðeins frá þessari hugmynd grunninkomi fyrir alla. Hugmyndin ekki, hún hefur verið svona aðeins í umræðu síðan á 16. öld, en einhverju hluta vegna ekki komist í gegn þar sem allt hagkerfið sem við búum við í dag og höfum búið við og verið að þróa síðan bara frá öðru valda, í raun og veru þrælaskipulagi. Það master slave og það atvinnurekandi og launþegi sem í dag. En þannig og við samþykjum þetta öll, ekki bara, við erum að tala um allan heiminn, við samþykjum það að okkar líflína í höndum atvinnurekanda og við erum að berjast endalaust við launagreiðslur frá þessum atvinnurekendum sem eru svo úthrópaðir fyrir að vera atvinnurekendur og það alltaf verið að ota þessum tveimur hópum saman í stað þess að þetta verið ein heild og eitt teymi sem að hlúir að viðkomandi fyrirtæki því að annar getur ekki verið án hins. En hitt annað mál að í stjórnarskránni, bráðabirgðastjórnarskránni sem við áttum, sem og okkar nýju stjórnarskrá, skúffuskráni, þar okkur samkvæmt lögum tryggður réttur til lífsviðurværis og félagslegs öryggis. Og ég myndi telja að grunninnkoman væri í raun og veru greiðsluskilmálar fyrir ríkið til að standast til þess að standa við þessa grein og þetta öryggi sem þeir eiga að veita þjóðinni og sínu fólki. Og þannig að grunninnkoman fyrir alla, það gefur fólki sjálfu möguleika á að ráða sínu lífi og ef einhver góður í að ráða sínu lífi þá það hver einstakur fyrir sig. Og mér finnst til þess alveg merkilegt ef við erum að hugsa það eins og Virk til dæmis, hún gerir stórkostlega vinnu en vinnan ætti að vera í því að hjálpa fólki til að ákveða sjálft hvað það telur sig geta gert en ekki vera að þjóna atvinnuveginum eða atvinnurekendum til þess að skylda fólk til að fá sér vinnu. Þetta ofboðslega mikið óöryggi fyrir fólk ef að líflínan í höndum atvinnurekenda og svo verður að vinna kannski vinnu sem enginn vill ráða þig í en það þitt hjartans mál. Og þú getur ekki gert það af því að þú vilt kannski gera skýrslu eitthvað sem að fólk vill alls ekki að komist upp á yfirborðið og það enginn að ráði í vinnu til að gera það enginn að ráði í vinnu til að skrifa bækur, það enginn að ráði í vinnu ef við getum listað endalaust vinnuna sem þú ert ekki ráðin í. En myndi gagna samfélaginu miklu meir heldur en endilega að fá þér vinnu hjá einhverjum og að vinna sé ekkert og við telum með vinnu og í okkar huga þá alltaf, já ég nú hættur að vinna þú veist ég hættur að ég þekki engan, ekkert einasta mann sem hættur að vinna. Það kannski ykkur áhyggjur af einhver setjast upp í sófa og horfa á einhver Netflix þátt, það bara ekki góðu leið. En hitt að það vilja allir vinna, vilja allir vera partur af samfélaginu, partur af og þjóna sínum krafti og ósk til að vera með og brennu fyrir að gera hlutina. Og ég held
að grunninnkoman verður bara eins og vatn á þurran akur og í raun og veru nýsköpunar fyrir fólk sem að vil takast á við að gera eitthvað. Ég get tekið dæmi eins og við erum með fólk, þegar ríki að tala að búa til vinnu fyrir fólk. Í stað þess að segja, nú getum við nota tækifæri þess að margt fólk sem getur lagt til henda blógin og við þurfum að gera þetta og þetta. Það getur boðið fólki að þess og hina vinnuna, en það þarf að gefa fólki möguleika sjálft að vinna sína vinnu. Hugsa ykkur klasamyndanina sem gætu orðið eins og til dæmis í kvikmyndarekstri. Að ef allir væru á grunninkomu, væri með grunninkomu, að þá væri hægt að geti hópur ákváðamanna vist verkefni staðið saman að því að gera kvikmynd, allir á grunninkomu og síðan verður viðbótar tekjurnar skapast eftir hvort að við geta selt myndina eða ekki. Það riski sem þau taka, en þau eyða sínum tíma á grunninkomu til þess að gera hlutina. Þetta verður bara allt annað samfélag, stress minna og bara miklu farsælla að mínu mati og það alltaf að tala framtíðina, framtíð nýsköpunar. En það allt háð styrkjum. Það alltaf miðað við styrki, þannig að það ekki nema kannski 30% af þeim sem sækja styrki í þess áttina og hinn áttina sem að fá umbun og fá einhvern styrk. Og oftast eins og til mist bara launasjóð, bara hvað maður að segja, þessi listamannalaun til dæmis sem kallað laun og þetta eru kannski nokkra dagar á ári, þetta eru kannski nokkra vikur á ári, þetta deilist, það eru 70% sem sóttu sem ekki fengu neitt, en hitt bara mjög tímabundið og lítið og ekki nærri nóg til þess að lifa af. Námsmenn til þess. Hvað segirðu? Hvar erum við að fá þetta hljóð? Það eitthvað, heyrðu þetta? Heyrðu ég þetta bara? Nei, þú bara heyrir svona vel. Heyrðu, já, nei, oft líka listamannalaun þannig að það kannski bara nóg fyrir prótektinu eða eitthvað upp í prótektið en listamaðurinn þarf eftir sem áður náttúrulega að eiga salt í grautinn og það jafnvel ennþá að vinna eitthvað. Auðvitað það vilja allir vinna og hugsaði það að þú fær styrk kannski og það byrjanastyrkur á einhverju sem að gera þér kleift að koma þér í svoleiðis fjárhagslega kröggur vegna þess að þú byrjar bjartsýnn og duglegur og alveg á fullan krafti, svo eru styrkunum búin og öll þín vinna, orka og kraftur fyrir að leita þér að peningum til að fá hjá einhverjum sem vil fjárfesta í þér og þá er það komin í vinnu hjá fjárfestunum. Já. En eins og þetta hugsað, þessi skilyrðislausa grunninnkoma, að þá í rauninni hugsunin líka að leggja niður í rauninni allar þessar bætur og listamannalaun og örorkubætur og allt svoleiðis. Nei, alls ekki. Það Ég var aðeins að lesa inn á Wikipedia þetta, þar stendur bara leggja niður í rauninni þær bætur sem við þekkjum núna inn í velferðarkerfinu. Já, en það fyrir eftir hver skrifa þetta á Wikipedia. Ég veit að það er langar að spyrja þig. Já, nei, alls ekki. Það sem leggst niður, það grunnframfærslan sem inn í velferðarkerfinu, þannig að velferðarkerfið þarf að nær þá að fara að berjast fyrir annað heldur en að fólk geti fætt sig. Og notið svona grunnþjónustu. Þannig að allir hafa rétt á grunninum en síðan þarf velferðarkerfið að geta þá fara að einbeita sér að þjónustu við öryrkja, við eldri borgara, við annað sem að þurfa þá bara allskyns þjónustu í sambandi við tæki og umhverfi og ferðamöguleika og allt umfram það að sína grunnframfærslu. En lífeyrisframfærslur, það detta út af allstað. Það allt annað heldur en heilbrigðiskerfi í sjálfu sér. Nei, ég er að tala um örorkulífeyri. Já, örorkulífeyrin hann bara bara lífeyrir. Já, þá kemur hann í staðinn en hann ætti að vera hærri. Af því að þetta miðað við lögfest grunnfærslu viðmið sem ekki hefur ennþá verið reiknað út. Nei. Hvað segir þú, Bergþór? Þú hefur pælt í þessu líka og hefur skoðunar á þessu hvernig þetta gert varðandi til dæmis örorkuna. Vissulega hef ég pælt í þessu og pælt töluvert í þessu
gegnum tíðina. Ekki nærri því á sama level eins og Gerður og mörg önnur sem ég þekki sem hafa verið í þessu eins og Halldóra Mogensen og fólk sem ég kannast í hennar flokki og svo framvegis. En það sem ég hef aðalega einmitt verið að pæla í hvaða áhrif þetta hefur á öryrkja, lífeyrisþega, aðra, hvort sem eru eldri borgara eða endurhæfingarlífeyrisþega og svo framvegis. Og á sama tíma og ég mjög hrifinn af hugmyndinni, ég vil endilega við vinnum að því að gera þetta, að rannsóknir hafa sýnt út allan heim að þetta oftar en ekki að skila árangri og bæta lífsgæði og annað þvíumlíkt og við sem erum á örorku þurfum náttúrulega að lifa með því í dag að ef við reynum að gera eitthvað umfram það að sitja heima þá lendum við strax í skerðingum. Kerfið letur, það ekki hannað til þess að hvetja öryrkja til þess að fara að vinna, en samt eru stjórnvöld alltaf að tala farað og vinnu, það verður betra líf því að það verður betra og svo framvegis, en þegar að ríkið og stjórnvöld segja öryrkjum og öðrum lífeyrisþegum farað og vinnið, skilaboðin basically farað og vinnu til að spara okkur pening en ekki farað og vinnu til að þið hafið það betra, sem mjög slæmt. Vandinn við borgaralaun og sem það sem þú varst að reyna að koma inn núna einmitt þetta að mörg hver, ég ætla ekki að gera viðmælum okkar uppskoðanir en mörg hver sem ég tala einmitt þetta að með innkomu borgaralauna eða grunnframleiðslu þá myndi þessi kerfi falla niður. Það einn aðili sem hefur til dæmis talað mikið þetta sem talar að hann vilji setja grunnframleiðsluna einmitt upp í þetta lágmark til þess að lifa en hún þurfi ekki að vera það há af því að meðfylgjandi þá ætti heilbrigðiskerfið að verða ókeypis og þar af leiðandi þyrfti ekki að gera ráð fyrir þeim kostnaði inn í grunnframleiðsluna og fullt af annarri þjónustu ætti að verða á ríkinu sem þyrfti ekki að gera ráð fyrir því og svo framvegis. Staðreyndin sú að öryrkjar, eldri borgarar sem hafa ekki náð að safna í góðan lífeyrissjóð, nógu góðan til þess að vinna upp á móti skerðingunum, meina ég, og aðrir sem þurfa að treysta á stjórnvöld til framfærslu. Kostnaðurinn bara við það að vera með fötlun, vera langvinnan sjúkdóm, vera eldri borgari sem þarf meiri stuðning og það ekki bara að tala komugjöld á heilsugæslu, ég að tala hjálpartæki, heyrnartæki og svo framvegis. Hann bara meiri en svo að það sé þetta miða við bara grunnframfærslu þar. En svo aðrir sem hafa talað það að þetta sé grunnframfærslu fyrir alla og ofan á það kæmi bónus til þess að vega upp á móti auknum kostnaði ákveðinna hópa. En þá erum við heldur ekki að ná markmiðinu sem við tala að fella niður öll þessi flóknu kerfi. Þetta eru margar hliðar á þessu. Grunnurinn sá það þarf að skoða þetta í þaula og sjálfur ég mjög spenntur fyrir því og ég hef talað fyrir því að lífeyrisþegar sem sitja nú þegar undir því að allar tekjur eru grannskoðaðar hjá þeim. Það væri mjög góður hópur til að byrja á tilraunum og einfaldasta leiðin væri bara að afnema skerðingarnar. Kerfin nú þegar til staðar, greiðslukerfin til staðar, bara afnema skerðingarnar sem tilraunaverkefni í 1, 2, 3 ár og sjá hvað gerist. Ég þóra að veðja við ykkur að þau sem hafa getuna til að því gefnu að samfélagið sé ekki í kreppu eins og núna þar sem við erum að nálgast marga í atvinnuleit eins og öryrkjar. Að því gefnu að störfin sé til staðar þá fullyrði ég ég fullyrði að öryrkjar myndu mörg hver fara að vinna ef þið fengið vinnu. Eldri borgarar sem hafa ekki séð hag sinn í því núna lengur myndu gera það líka og svo framvegis. Ég hugsa að það myndi mjög
fjölga mikið. Þá komum við aftur að því sko, ef það einhver vinna fyrir þessu hópa, því svo erum við líka að sjá náttúrulega breytingar á vinnumarkaði og við erum að sjá bara þessa róbótavæðingu og þessa bara þjóðfélagsbreytingu í rauninni og svo núna kreppuna. Þannig að það spurning bara hvort að og við sjáum það í rauninni líka að þessir hópar eru kannski þeir fyrstu til þess að missa vinnuna í kreppu. Þannig að hvað segirðu, Gerður? Ég verð að segja, þarna erum við allir þið bæði að tengja grunninnkomuna við atvinnu sem er algjörlega rangt. Grunninnkoma á að vera algjörlega sér, hún er ábyrgð ríkisins til að veita sínum borgurum grunninnkomu til lífsviðurværis og þáttöku í samfélaginu, félagslegs öryggis, hitt sem að gefur fólki allt annan kraft til að berjast akkurat fyrir þessu sem að þú varst að tala Bergþór, og enga skerðingar vegna þess að grunninnkoma er skilyrðalaus og universal sem að heitir bara, það er ekki hægt að skerða hún er alltaf til staðar og allt annað sem fólk vinnur að þá í valdi fólksins sjálfs að ákveða. Það hver og einn sem ákveður sína lífsbraut og þegar sagt hver sinna gæfusmiður, þá segi ég, það algjörlega rétt, en mikið svakalega ferða eftir tækjónu sem það hefur í höndunum, hvernig útkoma þess smíðaverks verður. Ef að þú hefur ekkert í höndunum til þess að skapa þinn lífsfarveg, þá erfitt að byggja hann upp. Þetta eins og flugsyndummaður, menn sem eru á svipuðu sundstigi, þurfa að synda í bakkan og annar fer út og verður hent út á mitt haf og hinn settur í litla sundlaug. Og þú veist, það sá sem fyrir laugina sem nær bakkanum, ekki hinn. Þú veist, og þetta bara skerðingarlaus hrein innkoma og þá getum við all staðið saman í því að bæta samfélagið og virk á að vera að mínu mati hjálpa fólki til að komast að því hvað það getur best gert og þekkja sinn kraft og ef að það þarf á kvittun virk að halda til þess að sanna fyrir einhverjum hvað það getur, þá hringi virk og virk á að vera fyrir fólkið en ekki fyrir atvinnuvegina sem slíka. En hitt annar mál að mér finnst alveg út í veður og vind að vera etja alltaf saman atvinnufyrirtækjunum og fólkinu. Þetta eitt teymi sem á að vinna að og svo fer fólk að sortera fyrirtækin sem það vil vinna hjá. Þú vilt ekkert vinna hjá einhverju söpu fyrirtæki og það þarf til dæmis þegar að þá var ég talað til dæmis skýrslugerð sem að kannski einhver myndi vilja taka af sér að gefa til dæmis fyrirtækjum samskonar stjörnur og hótelum í gefið þannig að það sé opinbert þetta margra stjörnu fyrirtæki með sína hlut á hreinu, með opið bókald, með opið þetta. Ef þú vilt vera á 2 stjörnu fyrirtæki, nú þá tekur þú bara ábyrgð á því, en ef að fólk, það vill engin reka 2 stjörnu fyrirtæki. Þannig að það verður akkur í því að vera með fjöldastjörnu fyrirtæki. En svo erum við Haukur, mér langar aðeins að fá þitt innsæi í það að svo erum við með eins og störf í samfélaginu sem að ég meina þrátt fyrir að sé núna til dæmis atvinnuleysi, þá ennþá, ég var að lesa það í blaðinu í morgun að nú ennþá verið að leita starfsfólki á leikskólana. Erum við ef að við myndum innleiða svona skilyrðislausa framfærslu, værum við að fara að sjá breytingar á þessu heldurðu? Við værum að fara að sjá hærri launaþrep í svona störfum? Já, það finnst mér nú vera mikil réttlætiskrafa og mér finnst þetta óskennilegt að það gerist vegna þess að fyrirsjáanlega eru 3 slags störf sem fjölgar í á þessari öld. Það eru umönnunarstörf, það eru kennarastörf og það eru tæknistörf. Hvað svo eru og? Tæknistörf. Þetta eru þeir 3 hópar sem munu fjölga í og það mjög sennilegt að þau verði þá betur launuð. Hins vegar langar mig til þess að bæta þá umræðu sem hefur verið hér að við þurfum í rauninni að skilgreina atvinnu upp og nýtt. Það hefur verið skilgreiningin á atvinnu að það séu atvinna sem unnið fyrir launatekjum.
Atvinna svo gríðarlega margt annað og ef þú væri með grunnframfærslu þá myndir það kannski verða sýnilegra. Það verið að tala núna og Gerður nefndi að það væru 30% rithöfundar sem fengi styrk. Hjá Rannís hefur hlutfall fræðimanna sem fær styrki verið niður undir 15%. Þannig að af því að ég þekki til í þessum heimi þá sárafátækt meðal fræðimanna, meðal rithöfunda, meðal listamanna. Listamenn hafa jafnvel dáið úr fátækt á Íslandi. Og það gífurlega mikil vinna unnin utan vinnumarkaðarins. Og ég vil minna á að það sem þjóðfélagið þarf, og það dálítið gamaldags að segja já, fólk nennir ekki að vinna, allir eiga að vinna og svo framvegis. Það sem þjóðfélagið þarf ekki að allir vinni, sem sagt launavinna. Það sem þjóðfélagið þarf framleiðslu og þjóðartekjur til að standa undir velferð borgarinnar. Við komum aftur að því að krafa sér velferð en ekki atvinna. Og þegar talað það að við þurfum framleiðslu og þjóðartekjur þá aðalatriði í því endurmenntun. Það að segja á fólk sem lendir í úreltum störfum sem úreltast hratt á okkar tímum. Það fari í endurmenntun og komi inn sem verðmætt vinna með nýja tækni og nýja þekkingu. Þannig að allir þeir sem vettlingi geta valdi taki þá þátt í því að auka tekjur þjóðfélagsins þannig að standa undir velferðinni. En það ekki þannig að allir muni taka þátt í þeirri hringrás. Það taka færri og færri þátt í þeirri hringrás. Þó ég telji að í almannakerfinu þurfa að vera hvatar til þess að fá menn í endurmenntun. Til þess að taka þátt í aukinni verðmætasköpun í þjóðfélaginu. Nú ég vil, svo ég segi allt í sama orðinu af því að ég fikk orðið, þá langar mig til þess að segja það að ég tel algjörlega óhjákvæmilegt að ásamt grunnframfærslu komi kerfi félagslegrar aðstoðar. Það mjög mismunandi hvernig fólk statt, sumir búa einir, sumir búa með öðrum, sumir eiga börn og menn á misjöfnum aldri, menn þurfa að missa til sín. Þannig að það óhjákvæmilegt í velferðarþjóðfélagi, við ætlum að tala velferðarþjóðfélagi, að láta tvö kerfi vinna saman. Það annars vegar grunnframfærslukerfi eins og eldri borgarar hafa nú verið að krefjast þess að allir fái eitthvað og til dæmis ellilífeyri 1967 þegar lífeyrissjóðunum var komið á þá var ellilífeyri sem nemur svona 130.000 krónur núna. Það geti ég ímynda mér eða grunnlífeyri. En kerfi félagslegrar aðstoðar þarf svo að vera fyrir alla þá sem ekki eru á launum á vinnumarkaðnum. Og þá erum við að tala stóra hópa, við erum að tala námsmenn, við erum að tala það sem núna eru flokkaðir sem öryrkjar, sem verða kannski í framtíðinni hugtak sem hverfur og eru eldri borgarar og eru atvinnulausir og aðrir, við erum líka fólk sem lendir utan þjóðfélagsins, við erum fólk sem lendir í óreglu og svo framvegis og allir þurfa velferð. Og þannig að ég að segja að við þurfum grunnframfærslu, við þurfum félagslega aðstoð og síðan í þriðja lagi þjóðirnir sem að ég held að séu svolítið barn síns tíma og byggja á hugmyndum að menn hætti vinnu 65, 67 eða 70 og vinnu fyrir lífeyri allt árið. Ég held að það sé því miður óhjákvæmilegt að taka grunnhugmyndunum þá upp líka. En þeir eru í öllum nágrannalöndunum, þá eru einhver sjóðir utan almannatryggingakerfisins líka starfandi og það eðlilegt að þessi einu af þessum stofum sem við búum við. En myndum við ekki þurfa líka inn í svona kerfi, einhvers konar tekjujöfnunartæki í gegnum skattkerfið eða eitthvað slíkt? Jú, það var gott að myndist á þetta. Þess að maður spyr sig, já, eiga allir ríkjur og fátækir að fá jafnt út úr félagskerfunum
og eiga allir að fá hérna, eiga þá þeir sem hafa meiri tekjur bara hafa miklu meira milli handana. Nú það svo að svar velferðarríkjanna og sérstaklega á Norðurlöndunum hefur verið það að þetta sé jafnað með skatti. Þannig að ef þú greiðir hátekju manneskju grunnframfærslu þá færi í Svíþjóð 56% hennar beint aftur til í formi skatt, vegna þess að tekjuskattur hæsta þrepið 56% í Svíþjóð. Og það yfir 50 í flestu Norðurlandana og þetta töluvert lægra hér. Þannig að tekjuskattskerfið á að vera jöfnunartækið en ekki sem sagt bætur tryggingastofnunar. Og þetta við sjáum eima eftir að þessari gömlu skandinavísku hugsun í sjúkratryggingakerfinu okkar. Þar sem að allir fá jafnt út úr sjúkratryggingu. Og það eimir eftir að þessu hér, þetta ekki almannatryggingakerfinu, þessi hugsun. Nei, alls ekki. Hvað segir þú, Gerður? Mér langar til að bæta við að því að við erum að tala hvað kemur á móti, það líka mikilvægt að muna það að grunnframfærsla og opinber framfærsla á þeim sem hafa lítið milli handana, hún skilar sér beint í veltu í þjóðfélaginu. Og sérfræðingar fjármálaráðuneytisins telja að það séu 50–52% af bótum sem gengur til þessara hópa sem kemur beint tilbaka í ríkissjóði og sveitarsjóði í formi ýmissa skatta, veltuskatta og annað slíkt. Nú síðan ein af áskorunum þessara aldar hvernig fjármögnum við þessa dreifingu peninga í þjóðfélaginu en við höfum verið að sjá sívaxandi mismunum í því hvað fólk hefur milli handana og hvernig fjármögnum þetta, hvernig förum við með þessa jöfnun og svar til dæmis Piketty's sem þessi franska hagfræðings bara það bara með aukinni sköttun og stórfyrirtæki sem græða meira og meira með aukinni sameiningu og með því að þarf að hafa færra framfólk, starfsfólk. Ef stórfyrirtæki borga ekki starfsfólki lengur laun, þá eiga það að borga velferðinni í þjóðfélaginu. Þannig það skattlagning sem svarið á stórtekjur. Og svo höfum við svo sérstaka aðstöðu á Íslandi við höfum auðlindir og þá erum við að tala það. Það alls staðar í heiminum hvað sem í Súdan eða í Alaska tala það auðlindir renni til að halda uppi velferð. Já. Hvað segir þú þetta varðandi jöfnunartækið í Gerður í þjóðfélaginu? Það sem ég var að fyrrgja? Já, eins og skattkerfið, hvort að við séum að fara láta alla hafa skilyrðislausa innkomu ofan á launin sín eða undir launin sín eða hvort við jafna? Nei, alls ekki. Grunninnkoma grunnurinn sem við stöndum á. Það öryggisnetið, það grunnurinn sem við öll stöndum á til að byggja okkar velferð á í sjálfu sér. Ef hún miðuð og það sem á að gera þá að miðana við alvöru framfærslu viðmið, lögfest, vísitölutryggt og skerðingarlaust. Það verður grunnur, fastur grunnur til að standa á fyrir alla til þess einmitt að geta tekið þátt í að byggja upp velferðarsamfélag en það ekki nóg eins og Haukur var að segja það ekki nóg fyrir fólk bara að fá grunninkomu ofan sig og á heldur þurfa til dæmis fatlaðir eldri borgarar og þeir sem bara lenda í slysi. Lífið ekki bara sléttur völlur, hann eru brekkur og hólar og hæðir og óvæntir hlutir sem kom upp á og það sem núna kemur upp á heitir COVID sem ekki út á COVID allt fer á hausinn, heldur vegna þess að hagkerfi ekki bara hjá okkur, heldur bara allan heim eins og augljóst, ekki viðbúið áföllum eða breytingum, við tökum öllu eins og það og það ekkert að vera að standa af sér veðrið. Núna verðum við að breyta þannig að við getum verið viðbúin hvenær sem og samfélagi fara ekkert á hliðina
og fólk fær einhver örvæntingakast að missa vinnu hjá einhverjum, heldur það alltaf sinn grunn til að standa á og það munar alveg gjörsamlega öllu og þetta eru tækin fyrir fólk til að gera hluti og takast sjálft á við og það hefur ekki þurft að mínu mati að segja einasta starfsmanni upp vinnu út af þessu COVID-fári sem við erum að fara að takast á við og það hefur verið, ef fólk hefur verið með grunninkomu, það er hvert einasta fyrirtæki sem hefur hugsað sér að halda áfram að starfa, hann getur sett sitt fyrirtæki á hold vegna þess að fólki hefur sína framfærslu og beðið í samningum við sitt starfsfólk, þú kemur tilbaka þegar að betur viðrar og við getum tekist á við þetta og fyrirtæki sem að hugsa með sínu fólki, það fær fólki með sér til að komast yfir hjalla og erfiðleika ef fólk metur það fyrirtæki þess virði að vilja starfa hjá því áfram. Og þannig að við höfum tekið allt öðruvísi á málunum. Núna að rústa öllu samfélaginu, segja öllu fólki upp atvinnuleysisbætur, tímabundið umsóknarferill og ég veit ekki hvað ekki. Þetta er rándýrt fyrirtæki, rándýr leið og kostar okkur ennþá meira upp á endurráningar, endurþjálfun, endur allt mögulegt og öryggisleysi sem fylgir þessu. Þetta er algjör óþarfi og eins og ég sé framfæst ef að grunninkoman er reiknuð út á eðlilega máta, heiðarlega, þá verður hún í kringum 400.000 í dag per ámann og helmingur af því til barna. Þannig að fjölskyldur, 3 manna fjölskyldur hafa engu að kvíða hvað framfærslu varðar og það eyðir sínum tíma í sjálft sig. Frumkvöðlar og fólk sem að vinna í sína eigin hugmyndir, það eyðir sínum tíma í að byggja eitthvað upp af því að mesti kostnaður við allt sem fólk ætlar að gera er launakostnaður. Ef að þú ert með fólk sem er núna í dag með lítið fyrirtæki að koma upp, það hefur ekki efni að vera með sjálft sig í vinnu því að launatengd gjöld eru svo ofboðsleg að fólk getur ekki stofnað sín eigin fyrirtæki. Það er hegning hérna að vera með samvinnufyrirtæki. Það er ekki hægt nema að það er ofboðslega dýrt. Já, ofboðslega flókið og dýrt. Ef aftur á móti að það væri normið eins og er í Finnlandi til dæmis, það er mjög mikið þar af samvinnufyrirtækjum og gengur mjög vel. Og þetta blómstrar út allan heim nema hjá okkur af því að þetta er einhver heftistefna sem að þarna við þurfum að rýnka hana. Þegar fólk er komið á grunninkomu þá getur það fókusað á að byggja upp hluti, skoða og taka agnúana af sem að stoppa allt sem heitir framfærir hérna hjá okkur. Og við getum, við erum með svo mikið manna, við erum með svo geggja fólki í þessu landi, það er ekki bara eðlilegt í alvöru. Sjálfsbjargar, viðleitnir, svoleiðis, ofboðslega. Ég ætla aðeins að fá að spyrja Bergþór hérna að lokum, við erum alveg að brenna út á tíma hérna, ég geti talað við ykkur þetta í allan dag, sko, því það er svo margir fletir á þessu. Akkurat. Það er svo margt einhvern veginn, ég hérna með langan lista af punktum sem ég hefði viljað fara í, ég mun ekki ná því. En Bergþór, mig langar aðeins að lokum að því, sko, svona okkar hópur við öryrkjar, ég held að það sé alltaf stutt í óttan hjá okkur þegar fara að tala hérna skilyrðislausa innkomu að því við erum svo vöndi að vera skert í drasl og með ekki vinna okkur inn fyrir tíkall þá er það bara farin og hérna þannig að hérna einhvern veginn sér maður þetta alltaf fyrir sér svona í fyrstu bara já nei við myndum ekkert fá þessa skilyrðislausa innkomu, við erum bara skert Hvernig sagði þú þetta fyrir þér og Haukur að tala að það yrði að vera einhvers konar framfærsla fyrir sérstaka hópa eins og okkur? Nei. Þið borðið sama matinn, þið borðið, þið kyngið, ertu ekki búin? Nú er ég aðeins að tala við Bergþór, ég er aðeins að spyrja Bergþór. Fyrirgefðu, elskarnar mína. Ég er svo orðfrek. Hvað segirðu Bergþór? Hvernig sér þú þetta upp á þetta að gera? Ég tek undir með Hauki og ég held að við séum við 4 allavega við 3 sem erum búin að vera að tala kerfið, ég veit að þú hefur skoðað þetta líka, nú ert að stjórna þættinum, þannig að þú ert kannski ekki að tjá þig alltaf mikið. Ég held að við séum meira og minna sammála í grunninn. Ég held að við séum öll að styðja þessa hugmynd þessa skilyrðislausu framleiðslu, þessa grunninnkomu. Nú hefur þessi hugmyndafræði
hún alltaf gengur undir nokkrum nöfnum og eftir því sem fólk skoðar hana lengra þá hefur það aðeins þróast og ég held að það sé líka hluti af hræðslunni ef að fólk er að tala borgarlaun einn daginn sem samt einhvern svona óskilgreint hugtak fyrir þau sem hafa ekki verið að skoða það, svo daginn eftir það að fara að tala skilvirðislega grunnframfærslu, svo daginn eftir að tala eitthvað annað, neikvæðan tekjuskatt eitt sem hefur komið upp, útgreiðslu persónuafsláttur, það svo mörg hugtök sem í kringum þetta, sem verið að tala afsakið slettuna, ég man ekki íslensku orðið, interchangeably, en það samt í rauninni ekki hjá fólkinu sem hefur skoðað þetta almennilega og þannig að það eykur á hræðsluna, en þetta með skerðingarnar, það nefnilega málið, Gerður kemur aðeins inn að við séum að fókusa svolítið á vinnu. Ég punktaði hjá mér að það kannski ekki óeðlilegt að öryrki sem að fara að heyra grunninnkomu í fyrsta skipti, hvaða nafn sem hún kallar í það skiptið, fara einmitt að pæla í skerðingunum, annars vegar fá við það okkur útrús, það ekki bara skert, og svo hins vegar, já, frábært, þá getur farið að vinna það sem ég vil vera að vinna. Og það bara því að veröld öryrkja þannig að það skerðir allt. Ef þú, eins og þú segir, ef þú innur tíkall þá skerðist það. Þannig að þau okkar sem geta unnið allavega eitthvað, en ekki nóg til þess að framfleyta okkur án aðstoðar, það alveg eðlilegt að við séum svolítið fókusuð þar, en þá náttúrulega líka spurningin, hvað vinna? Ég hlustaði á góðan þátt þar sem Haukur var meðal annars og fleiri á systurþætti okkar í Rauðaborðið held ég að verið, sem Halldór að koma inn og fleiri aðilar. Það sem bara þessi spurning, hvað vinna? Það að taka, sjá heimili vinna. Og við þurfum svolítið að endurskilgreina það. Ég held í grunninn að öryrkjar, þegar það útskýrt fyrir þeim, nei, það að tala að þú getur þá unnið skerðingarlaust. Eða þú getur tekið þátt í félagsstörfum. Án þess að einhver sé að hafa áhyggjur af því hvort að þú getur setið 3 fundi á dag, þá hlýtur að geta unnið. Ég nota mína starfsorku mikið til í félagsstörfum, áður í pólitíkinu, núna hjá Öryrkjabandalaginu, en það af því að þegar ég í slíkum óformlegu starfi, þá get ég stýrt vinnutímanum mínum, ég get stýrt því hvenær ég eyði þeirri starfsorku sem ég hef í það og hvenær ekki. Það eitthvað sem ég á erfiðara með þegar ég í launaðri vinnu, þar sem ég á að vera mættur á stað A, og vera þar í 4 tíma að gera eitthvað og fara svo heim eða 8 tíma eftir hvernig staðan þannig að þessi hugmynd grunninnkomu, ég mjög hrifinn af henni. Það bara þessi aðvörunarorð sem við erum greinilega sammála allavega. Ég veit ekki hvort að það eitthvað svona aftursletti, lost in translation milli okkar og Hauks og að gera það, en það bara þessi hugmynd að tryggja okkur að við getum borðað, við getum fætt og klætt börnin okkar og svo framvegis frábær. Það þarf bara að hafa í huga þessa sérstöku hópa líka sem þurfa mögulega meira. Það svolítið lýsandi fyrir kerfið og hvernig stjórnvöld hafa að haga sér. Það vitað mál að lágmarkslaun. Núna ætla ég að leyfa mér að taka grunninnkomuna aðeins til hliðar og bara tala kerfið eins og það í dag. Það vitað mál að lágmarkslaun sem núna 320.000 eitthvað svoleiðis, að því gefna viðkomandi sé í fullri vinnu, ekki nóg til þess að framfleyta fólki. Almannatryggingar eru lægri frá taldir örfáir einstaklingar sem að fá algjört hámark og það bara eftir breytingu sem varð í fyrra. Þá eru almannatryggingar lægri, framfærsla sveitarfélaganna, hún enn lægri, af því að Haukur minnist það í hinum þættinum, hún bara fáránlega lág, það ekki hægt að lifa því. Þannig að ég mjög ánægður að heyra Gerði tala 400.000, hún var að skjóta það 400.000 væri nokkur en það sem þyrfti í dag. Ég hugsa að það sé bara nokkuð nærri lagi og Öryrkjabandalagið mér sem gögn að styðja við það. Já, mér langar aðeins að skjóta svona lokaspurningu bara snöggri á alla.
haldið þið að við munum bera gæfu til þess að sjá svona breytingar verða að veruleika? Ég var að lesa skoðanakönnun sem var gerð í Bandaríkjunum núna, það fer það mjög mikið eftir efnahag, hversu með á móti fólk á skilyrðislausa innkomu. Haldið að við munum bera gæfu til þess að sjá einhverja svona mikla kerfisbreytingar á okkar bara lífstíð? Já. Já, þú ert vongóð. Ég ætla bara af því svo hrættum að ég mig ekki segja meira. Málið það að eins og þú ert að segja að þið svo hrætt við þetta hitt sem finnst mjög eðlilegt vegna þess að við erum svo vön því að það allt skerðingar. Ég ætla bara að taka hérna fram að ég er langt undir, ég ellilífeyrisþegi og ég bjó hér á landinu ekki ég flutt tilbaka, þannig að minn lífeyrisréttur, ég með 9.000 mánuði í lífeyrir hérna frá lífeyrissjóðunum, þannig að ég riði engum feitum hesti þar, þannig ég þekki mjög vel þessar skerðingar sko. Og mér finnst það svo fáránlegar og ég veit að eldri borgarar, þeim ekki unnt líf, þeir eru bara að sitja í ruslapókanum hérna og kíkja upp öðru hvoru og fá ekki að taka þátt í atvinnulífinu nema með skerðingum og þetta náttúrulega bara út í veður og vind og það þarf að breyta þessu og ég bara vil ráðleggja ykkur að fara að taka þátt í grunninnkomu fyrir alla, GÍFA, og kynna ykkur hvað í alvörunni og eyða eitthvað krafti sameiginlega í að laga þessa hluti hvar sem við erum stödd í heilbrigðinu. Ég þekki engan alheilbrigðan, engan. Og ég þekki engan sem ekki vill vinna eitthvað. Og vinna, vegna þess að vinna allt sem við erum að gera. Við þurfum að fætur á mótnana og við þurfum að taka þátt í lífinu og það vinna. Þannig að bara að fólk á að velja sér sína vinnu og hvernig hann ef hann vill vera á launaðri vinnu líka þá það bara alveg sjálfsagt. Ef ekki þá það bara hans eigin mál. Og ég bara skora á ykkur að kynna ykkur þetta og vera með. Mér langar til þess að svara ykkur líka ef ég má sko. Það algjörlega undir okkur sjálfum komið, hvaða veruleiki blasir við okkur á þessari sömu. Alveg eins og var á fyrirhluta síðustu aldar, þá tel ég að meginverkefni stjórnmálanna núna sé að takast á við misskiptinguna og stækkandi hluta fólk sem utan vinnumarkaðar og sem hefur það þar af leiðandi slæmt vegna þess að velferð hefur verið bundin við vinnutekjur. Og þetta algjörlega undir okkur sjálfum. Við erum að sjá hreyfingu hjá eldri borgurum að vilja bjóða fram. Við erum að sjá hreyfingu hjá verkalýðshreyfingunni að vilja bjóða fram. Við höfum mjög virka og skelega hreyfingu öryrkja. Við erum að sjá þessi samtök sem Gerður að tala fyrir. Og ég tel að við þurfum að bera gæfu til þess að þróa þessa umræðu og takast á við framboð fyrir næstu kosningar sem að með breið fylking til þess að breyta almannatryggingakerfinu og ég tel að við þurfum að hindra það að gömlu stöðnuðu flokkarnir haldi áfram að stjórna. Bergþór. Mitt svar ég vona það innilega. Ég bara vona það innilega. Ég ekki bjartsýnn, svipað í rauninni í sama með og Haukur segir, ég ekki bjartsýnn á það að gera sem nú þetta stjórnvöld. Og þá ég ekki endur að tala flokkana, ég að tala meira einstaklingarna innanborðs sem virðist bara vera blind fyrir raunveruleikunum, raunveruleika láglaunafólks, lágtekjufólks, sem ekki kallaði laun, lágtekjufólks. Einstaklingarnir upp til hópa sem samanstanda að þeim sem ráða í þjóðfélaginu í dag eru bara blindaða. Þannig ég ekki bjartsýnn með núverandi stjórnvöld. En ég vona það innilega og ykkur að segja, bara svo ég segi það svona opinberlega, ég ekki engu lofaði með árangræði en ég hefur það í huga og tók endanlega ákvörðun fyrir þennan þátt að ég ætla að leggja formulega til við innan Öryrkjabandalagsins að Öryrkjabandalagið fara að skoða þetta gagngert hjá okkur svo við getum, núna ég að tala sem einstaklingur. Þó ég sé að starfa með Öryrkjabandalaginu, þá ég ekki að tala fyrir Öryrkjabandalagið að því einfaldlega, ef ekki fyrir neitt annað heldur en það að þetta hefur verið skoðað af
einstaklingum óformlega en bandalagið sjálft ekki með formulega afstöðu þetta. Og þar lendir ég að tala út frá sjálfum mér. En ég að segja ykkur það núna, ég ætla mér að leggja til að það fara að gera það, að það verði skoðað formulega svo ég geti næst vonandi þegar þú býðir mér í þáttinn að tala þetta, að þá geti ég talað fyrir hönd öryggibandalagsins en ekki bara mín og minna skoðuna. Og ég vona að Gerður og Gífa býst ekki við öðru, sé tilbúin að hjálpa okkur við það að skoða þetta ef að þessi tillaga mín verður samþykkt. Algjörlega. Við má bæta við erum að reyna að, við vorum með málfund að sameina öll þessi samfélagssinnuðu samtök út í landinu, að þar verði ein rödd saman, að þau styrki hvort annað og vinni saman sem ein heild einmitt að öllum þessum málum, þannig að allir séu með á því hvað að gerast og með fókus á sín eigin samtök, en samt með undirliggjandi grunn sem grunninnkoma fyrir alla þessa hópa sem myndi hjálpa hverjum einum að komast áfram með sín málefni. Látum þetta verða lokaorðin. Ég þakka ykkur innilega fyrir komuna og skemmtilegar umræður og það verður mjög áhugavert að fylgjast með umræðinu skilyrðislausa grunninnkomu á næstunni. Takk fyrir okkur. Takk ykkur áhugavandum og minni á Facebook-síðun okkar Öryrkjaráðið. Takk.